Lögum samkvæmt ber öllum Íslendingum að greiða í lífeyrissjóð. Sjóðirnir ávaxta gríðarmikið fé og hagsmunirnir sem starfs- og stjórnarmönnum treyst fyrir eru miklir. Því mikilvægt að hagsmunum sjóðana og þeirra sem stýra þeim sé ekki blandað saman. Í því skyni voru sett lög árið 1997 sem skilduðu framkvæmdastjóra lífeyrissjóða til að gera stjórnum grein fyrir þátttöku þeirra sjálfra í viðskiptum. Í gögnum Mossack Fonseca má finna félög í eigu 2 framkvæmdastjóra lífeyrissjóða. Hvorugur þeirra tilkynnti stjórnum sjóðana þau viðskipti. Jafnvel þó að í öðru tilfellinu hafi aflandsfélag framkvæmdastjórans notið kjara sem stóðu öðrum ekki til boða. Kári Arnór Kárason hefur stýrt lífeyrissjóði í 23 ár. Hann var fyrst framkvæmdastjóri Lífeyrissjóðs Norrlendinga en eftir sameiningu við Lífeyrissjóð Austurlands árið 2007 undir merkjum Stapa lífeyrissjóðs hefur hann verið framkvæmdastjóri sameinaða sjóðsins sem í eigu á annað 1000 launþega á Norður- og Austurlandi. Samkvæmt gögnum úr grunni Mossack Fonseca framkvæmdastjóri Stapa skráður eigandi og prókúruhafi félagsins Útvortis Limited sem skráð var á Tortóla í árslok 2004. Margeir Pétursson, þáverandi eigandi og stjórnandi MP fjárfestingabanka, hafði milligöngu stofnun aflandsfélags Kára. Í tölvupósti sem sendur var til Mossack Fonseca stuttu fyrir jól 2004 segist Margeir hafa leitað til panamísku aflandsþjónustunnar eftir að svissneskt fyrirtæki sem séð hafði milligöngu fyrir hann taldi einfaldast og ódýrast að hann leitaði þangað beint. Segist Margeir vilja setja á fót fyrirtæki á Jómfrúareyjum. Stjórnandi þess og prókúruhafi, þar með raunverulegur eigandi, verði Kári Arnór Kárason. Nafn félagsins eigi að vera Útvortis Limited og hlutafé $50.000. Hlutabréf félagsins vilji Kári hins vegar að skráð verði á íslenska félagið Glímu ehf. Umsjá aflandsfélagsins hér á landi var í höndum MP-banka sem sá milligöngu við greiðslu fyrir félagið og samskipti við panamísku lögfræðistofuna. Eins og sést á þessari ávísun sem send var til greiðslu fyrir uppsetningu félagsins á Tortóla. Kári vildi ekki veita viðtal vegna málsins þegar haft var samband við hann í síðustu viku. Hann sagði Tortóla-félagið hafi verið sett upp fyrir hann samkvæmt ráðgjöf MP-banka, það hafi hann ætlað undir fjárvörslu. Af henni hafi þó aldrei orðið að hans sögn. Hann hafi ekki lagt inn í það fé né haft að því tekjur. Hann hafi hins vegar greitt rúmar 300.000 krónur fyrir félagið og gefið þá eign upp á skattframtölum til ársins 2007. Íslenska félagið Glíma sem skráð var fyrir hlutabréfunum í aflandsfélagi Kára Arnórs í hans eigu og skráð á heimili hans á Akureyri. Í ársreikningum Glímu ekki gerð sérstaklega grein fyrir Tortóla-félaginu Útvortis. Milli áranna 2003 og 2004 lækkaði til að mynda skráð eign félagsins í erlendum félögum og sjóðum. Samkvæmt ársreikningum Glímu ehf var Kári Arnór virkur í fjárfestingum í skráðum og óskráðum hlutabréfum á sama tíma. Á árunum 2003 til 2008 sést að Kári keypti og seldi hlutabréf fyrir milljónir króna í bönkunum 3, Actavis, Straumi Burðarás og fleiri félögum. Kári segir að hlutabréfaviðskipti fyrirtækis hans Glímu á árunum fyrir hrun hafi ekki verið óeðlileg í ljósi stöðu hans hjá lífeyrissjóðnum eða skarast við fjárfestingar sjóðsins. Stjórn Stapa hafi verið upplýst þær í samræmi við reglur. Eins og áður segir hefur Kári Arnór stýrt lífeyrissjóðnum Stapa og forvera hans frá árinu 1993. Hann hefur einnig setið fyrir hönd lífeyrissjóðsins í stjórn verðbréfafyrirtækisins Íslenskra verðbréfa á Akureyri. Íslensk verðbréf hétu áður Kaupþing Norðurlands til ársins 2000, en á þeim tíma satt Kári einnig í stjórn þess. Lífeyrissjóður Norðurlands var þá einnig í eigendahópi þess, en Kaupþing HF sem seinna átti eftir að sameinast Búnaðarbankanum var stærsti eigandinn til aldamóta. Kári Arnór átti þó ekki bara í viðskiptum við Kaupþing fyrir hönd lífeyrissjóðsins, aflandsfélag Kára gerði það einnig og naut óvenjulegrar fyrirgreiðslu. Í nóvember árið 1999 stofnaði Kaupþing félag í Luxemburg undir því sérstaka nafni Hola Holding. Magnús Guðmundsson, seinna forstjóri Kaupþings í Luxemburg, sem afplánar nú dóm vegna Altani málsins svokallaða, var skráður stjórnandi félagsins fyrir hönd 2 Tortóla-félaga, Weiverton Group og Starbrook. Þau félög voru bæði í eigu Kaupþings. Nokkrum dögum eftir stofnun Hola Holding var Kára Arnóri Kárasyni framkvæmdastjóra veitt fullt og óskorað umboð, stjórn og þar með yfirráð yfir Hola Holding.
Þar með var Kári Arnór í raun eigandi félagsins, þó nafn hans kemi hvergi fram á lista yfir stjórnendur þess eða stjórnarmenn. Hlutafé Hola Holding nam á þessum tíma 3 milljónum íslenskra króna. Eignir þess voru þá rúmlega 14 milljónir en skuldir 11 milljónir króna. Ári síðar voru eignirnar orðnar 50 milljónir króna en skuldirnar höfðu aukist og voru tæpar 60. Í árslok 2001 voru eignir Hola Holding enn tæpar 50 milljónir en skuldir þess þá tæpar 70 milljónir króna, að stærstum hluta yfirdráttarlán. Í samtali við Kastljós sagði Kári að Kaupþing hafi á þessum tíma verið að stofna vogunarsjóð í Luxembourg og boðið honum að taka þátt með þessum hætti. Kári segist enga fjármuni hafa lagt inn í félagið sem hann hafi alltaf talið að hefði ekki haft neina starfsemi. Þáttaka hans í Holu Holding hafi ekki tengst störfum hans fyrir lífeyrissjóðinn beint, en í gegnum lífeyrissjóðinn hafi hann kynnst starfsmönnum Kaupþings. Aðspurður sagðist hann telja að 70 milljón króna lán til Holu Holding hefði komið frá Kaupþingi sjálfu. Þegar Kári tók yfir Holu Holding í árslok 1999 og staðfesti með undirskrift sinni, veitti hann 2 starfsmönnum Kaupþings jafnframt leyfi til daglegrar stjórnar félagsins. Holu Holding var slitið í desember 2002. Það gerðu 2 starfsmenn Kaupþings í Luxembourg að sögn samkvæmt umboði hins raunverulega eiganda félagsins, Kára Arnórs Kárasonar. Kári kannast ekki við að hafa veitt þeim það umboð. Ekki verður séð hver staða félagsins var á þeirri stundu. Í samtali við Kastljós kvaðst Kári ekki hafa gefið upp eign sína í félaginu Hola Holding á skattframtölum á þeim tíma, enda hafi hann aldrei lagt fjármuni inn í félagið né haft það í tekjur. 2 árum áður en Kári skrifaði undir kaup sín á fyrra aflandsfélaginu Holu Holding árið 1999 höfðu tekið gildi lög sem gerðu honum skylt að upplýsa stjórn lífeyrissjóðsins þau og stofnun félagsins Útvortis Limited árið 2003 á sama hátt og hann hefði gert með fjárfestingar íslenska félagsins Glímu. Í þeim lögum segir: framkvæmdastjóra óheimilt að taka þátt í atvinnurekstri nema að fengnu leyfi stjórnar. Eignarhlutur í fyrirtæki telst þáttaka í atvinnurekstri nema sé að ræða óverulegan hlut sem ekki veitir bein áhrif á stjórn þess. Spurður hvort hann hafi tilkynnt stjórn lífeyrissjóðsins viðskipti sín og eign á aflandsfélögunum Holu og Útvortis, sagðist hann ekki hafa gert það. Það hafi verið mistök. Kári Arnór tilkynnti helgina að hann hefði ákveðið að láta af störfum sem framkvæmdastjóri Stapa. Ástæðan væri fyrirhugaður fréttaflutningur af aflandsfélögum hans og hann hefði ekki upplýst þau eins og lög kveða á Mál Kára þó ekki einsdæmi, sama á við framkvæmdastjóra sameinaða lífeyrissjóðsins, Kristján Örn Sigurðsson. Félagið Mika Asset var stofnsett af Landsbankanum í Luxembourg í nóvember árið 2007. Umboð og prókúru í félaginu fékk Kristján Örn. Litlar upplýsingar eru fáanlegar Mika Asset sem skráð á Panama. Það virðist hafa verið flutt frá Landsbankanum yfir til Nordea bankans við hrun Landsbankans, en síðan verið lagt niður að beiðni Nordea árið 2014. Prókúra og stjórn Kristjáns Arnar á félaginu var þó gild til ársloka 2010. Ekki liggja fyrir upplýsingar hvort hún hafi verið framlengt. Kristján Örn hefur stýrt sameinaða lífeyrissjóðnum frá árinu 2005. Hann sagði í samtali við Kastljós að félagið Mika hafi verið stofnað fyrir hann árið 2008. Hann hafi leitað til Landsbankans eftir ráðgjöf til að ávaxta fjármuni sem hann hafi átt og bankinn mælt með þessari leið. Ekki hafi vakað fyrir honum að komast undan sköttum. Hann hafi þó ákveðið að hætta við að nýta Panama-félagið og verja þess í stað sparifé sínu í að greiða inn á fasteignalán, enda hafi þá staðan verið orðin gjörbreytt í kjölfar hrunsins. Kristján kveðst hafa greitt fyrir þjónustu og uppsetningu Mika Asset á sínum tíma, en kvaðst ekki muna hversu mikið. Aðspurður hvort stjórn sameinaða lífeyrissjóðsins hafi einhvern tíma verið tilkynnt að hann hefði eða hygðist stofna slíkt félag í samræmi við lagaákvæði sem vitnað var til áðan, kvaðst Kristján Örn ekki hafa gert það. Það staðfesti Þorbjörn Guðmundsson, stjórnarformaður sjóðsins og framkvæmdastjóri sameinar við Kastljós. Þorbjörn sagðist líta svo á að Kristjáni hafi borið að tilkynna stjórn sjóðsins málið. Mika Asset ekki eina félagið sem framkvæmdastjóri sameinaða lífeyrissjóðsins tengist. Félagið Fulkas Inc. gerir það einnig. Það félag var stofnað af Nordea bankanum í ársbyrjun árið 2009, stuttu eftir hrun bankana. Samkvæmt gögnum Mossack Fonseca var Kristján Örn skráður prókúruhafi þess og þar með raunverulegur eigandi í janúar 2009. Félagið Fulkas, sem skráðir á Panama, enn starfandi.
Það sagði Kristján Örn í svari til Kastljós. Ég hef komið að aðstoð við uppsetningu á öðru félagi, Fullgas Inc., sem var stofnað hjá Nordea bankanum árið 2009 í kringum einstök viðskipti sem var verið að skoða og þörfnuðust erlendrar fjármögnunar. Slík fjármögnun var ekki í boði hjá íslenskum bönkum á þessum tíma og því þurfti að stofna erlent félag til þess að geta farið í þau viðskipti. Ekkert varð eða hefur orðið af viðskiptunum. Niðurstaðan sú að það virðist hafa verið algengt að frama á menn á ýmsum sviðum íslensks samfélags hafi getað tekið 100 milljóna króna lán hjá bönkunum til að setja með leynd í fjárfestingafélög á aflandseyjum án þess að taka með því nokkra persónulega áhættu. Það sjást fjöldi dæma í Panamaskjölunum sem Kastljós og Reykjavík Media munu fjalla frekar á næstunni.